Jæja, góðan daginn og ráðherra, ágætu ráðstefnu gestir, fallegu dagur sem við höfum hér og við erum velkomin á umferðarþing. Við höfum verið að fagna evrópskri umferðarviku í þessa dagana, henni lauk í gær og það er bara vel til þess fallið að eiga hér samtal þegar henni er lokið og tala umferð og þegar maður hugsa til þess umferðarvika, það er nú eiginlega bara umferðarvika allar vikur ársins, allan í mínu lífi og þetta er svo mikilvægur þáttur í tilverunni að maður er alltaf að hugsa umferð og kannski gallinn við það núna er maður eiginlega fann að tala umferð meira en veðrið, þetta er orðið verra en það. En það er að mörgu að taka að þessu sinni, yfirskrift þingsins er virka samgöngur, betri hreyfing og virki vegfarendur eru fyrst og fremst þeir sem eru gangandi og hjólandi og þá hjólandi getur verið fleira en bara reiðhjól, fleiri faratæki og betri hreyfing segir svona eiginlega sjálft, það er eitthvað sem við þekkjum og það er nú þannig að viðkomandi þarf að hafa eitthvað fyrir ferðalaginu og þegar hann kemur á leiðarenda þá er mælikvarðinn kannski sá hvernig honum líður og eftir að hafa verið á ferðinni hversu mikið hann hefur lagt á sig til að komast þangað. Svo má alveg gera greinarmun á því hvort fólk er að fara á milli staða, þetta sé samgöngur þannig lagað eða hreinlega þetta sé ekki neitt áfangastaður heldur fyrst og fremst hreyfingin sjálf. Allt er í sjálfu sér leyfilegt í þessu sambandi. Það er ekki langt síðan að einungis örfáir stunduðu virka samgöngur og þá sem sinn helsta ferðamáta og bara á síðustu árum hefur tækninni fleygt svo mikið fram að það má eiginlega segja þetta sé orðin bylting og nýjir farkostir, nýjir ferðamátar sem eru þá í leiðinni nýjar áskoranir í sambýli ólíkra ferðamáta á bæði vegum og stígum sem reynir alveg á og það má nánast kalla, já eins og segi, byltingu en það verður samt að hafa í huga, þetta er jákvæð breyting, jákvæð þróun þó að það séu ákveðnar hættur og áskorun með tilliti til öryggis. Það er okkar náttúrulega allra að tryggja öryggi vegfarenda og sjá til þess að þeir komist heilir heim eða á leiðarenda. Og það verður ekkert gert með því að banna tiltekna ferðamáta heldur verður við auðvitað að finna leiðir sem virka til þess að þetta gangi upp og allir komist öryggir sinna leið. En það skemmir heldur ekki fyrir að ferðamátin stuðla útivist og sé holl hreyfing og það er líka þar sem maður hugsar heilsumál og umhverfismál að þetta á mjög vel saman þar og bara hreinlega skemmtilega samleið. Það eina sem við þurfum að gera er náttúrulega að tryggja gott veður, það er alltaf það sem þetta snýst og þá verður nefnilega varlið auðvelt. Ég stundaða, já, ég ætla ekki að segja stunda, ég hjóla stundum í vinnuna, skulum frekar segja. Og tel mig hafa svona vissa reynslu af því, en það er bara þannig að stundum verða fortölurnar viljan mjög sterkari. Þegar maður horfir út gluggann, að þá er bara veðrið þannig að maður, ég nenni þess ekki núna og bíllinn verður fyrir valinu. Þannig að samt er það þannig að þegar maður fer á hjólinu í hvaða veðri sem er, að þá verður lundin léttari. Þetta er skemmtileg hreyfing, holl hreyfing, góð og maður kemur ferskur og endurnærður þangað sem að fara. Og það er nú bara þannig að það eina sem ég sakna í dagskrá þingsins er að það hefði verið veðurfræðingur með erindi langtímaspá blíðviðri. Það væri svona það sem ég þrá að heyra, en það verður bara næst. Á dagskrá umferðarþingsins eru spennandi erindi og ég hlakka til að hlusta á þau. Þemað umferðarvikuna var svipað því sem við erum að tala á hér og vera að tala virka og umhverfisvæna ferðamáta sem við leggjum út sem virka samgöngur betri hreyfing. Segjum á erindin í dag endurspegli það og við ætlum kannski ekki að tvínóna við þetta meira og hefjast handa og ég segi bara umferðarþing sett og bið Sólmund Hólm fundarstjóra
að taka við stjórn fundarins. Sóley, þannig kemur hann.